þakka ykkur fyrir. Ég ætla að taka umræðana svolítið dýpra niður á infrastruktúr level, fara niður í serverana og niður í sýndavélar og svoleiðis og kannski ræða svolítið hvað við erum að gera hjá Advania í gagnaverunum okkar varðandi þessu hluti. Erum við að innleiða mikið af sýndavélum eða erum við að innleiða mikið af járnum og þessi hlutföll, hvernig þetta saman virkar. En ég heiti Steindór, ég starfa sem verkefnastjóri hjá rekstrarlausnum og aðalega í þessum innviðapælingum, innleiða nýjan búnað, hönnun á infrastruktúr og fleira. Það mjög mikill uppgangur í gagnaversmálum, mikill áhugi fyrir gagnaverum, íslensku gagnaverum og við finnum það bæði erlendis frá og Íslandi. Og það bara raforkuverð og kæling og annað slíkt sem að valda því. Og maður finnur fyrir mjög miklu meðbyr þar. Það hefur mjög margt breyst í tölvuheiminum og þessum miðlaraheimi núna undanfarin 7-5 ár, skulum við segja. Serverarnir orðnir mjög öflugir, margir kjarnar, hægt að keyra á alveg ótrúlegar öflugar keyslur á þessum vélum. Það fara aðeins yfir þessar kröfur sem að við gerum held ég bara öll til kerfana sem við erum að vinna á. Við viljum fyrst og fremst kerfin þjóna okkur á skilvirkan hátt. Við viljum að kerfin séu tryggð fyrir öllum helstu þáttum sem geta valdið að kerfin fari niður, bara öllum áhættu þáttum. Kerfi hafa tilhneigingu til þess að stækka. Það eins og það sé bara svona eðlisfræðilegt lögmál. Það bara að stækka. Þannig það bara. Við viljum, að því að þetta þannig, að því að þú stækka bara, þá þurfa kerfin okkar að geta skalast. Við verðum að geta skalað upp og niður, ef því skipta, án þess að valda einhverjum niðri tíma og lendi í einhverju veseni. Í flestum tilfellum held ég að kerfisstjórar séu sammála mér hér. Mér finnst þetta hugtak less is more bara mjög oft við í tölvurekstri. Að við erum ekki að flækja hlutunum mikið. Halda sig við það sem maður þekkir og gera hlutina bara einfalda. Til þess að tryggja gott rekstraröryggi þá þarf undirliggjandi tölvukerfi okkar mati að vera tiltölulega einsleitt. Sem þýðir raun og veru það að þú vilt ekki vera með 10 tegundir af serverum og 10 tegundir af diskum og 10 tegundir af þessu. Þú vilt raunverulega hafa hlutina svolítið eins af því að þú átt mjög líklega eftir að lenda í einhverjum vandræðum, bílar eitthvað, gerist eitthvað. Og það mjög gott að þekkja búnaðinn og kunna að fara með hann. Það sem stór hlutur í þessu líka, það kostnaður. Og ég held að flestir vilja halda kostnaðinn við þessi kerfi raunverulega í lágmarki en hafa samt sem áður kröfurnar, yfirleitt allar þessar kröfur. Og það raun og veru er hægt í dag með tilkomu hýsingafyrirtækja eins og Advania keyra vélarnar sínar og þjónusturnar sínar á sýndavélum og það raunverulega komið mjög gott framboð og verðin eru mjög frambærileg sem í gangi í því máli. Og ég held að þar ertu komið með uppfyllir þessar kröfur allflestar.
þetta hérna svona gamla leiðin við það að reka miðlara og servera. Vertu raunverulega með og þú veist, eina til tvær þjónustur svona algengt per netþjón. Þú ert á með hérna server, venjulega server sem er í rekka og þú keyrir eina til tvær þjónustur á honum. Hins vegar eru vandræðin þessi, þú veist, þjónustan, það fjölgar 10 manns í fyrirtækinu. Tók þarf bara meira resursa eða pósttjónniðin eða eitthvað. Þá ertu komin í vandræði, hvernig ætlar að stækka þetta? Það vantar meira minni, það vantar meira diska, það vantar eitthvað. Hvernig ætlar að stækka þetta? Það þýðir bara, þú þarft að keyra dótið niður, kaupa nýja miðlara ef þú getur ekki stækkað hinn og bara tómt vesen. Við erum að sjá með þessari pælingu, sko, þá erum við að sjá sirka 4 til 10 tíma uppsendingatíma. Það þarf að fara á lagerinn, sækja miðlarann, það þarf að fara með henni í vélasal, það þarf að skrúa hann upp, það þarf að tengja við rafmagn og það þarf að gera alla þessa hluti og þegar upp er staðið, þá er bara dagurinn farinn. Ef það þarf að panta hann búna, þá erum við náttúrulega að tala um sirka þetta, 2 til 4 vikur. Og svo er það náttúrulega þannig ef eitthvað gerist, ef eitthvað bilar, þá er þjónustæðin keyrandi á þessum miðlara. Og hún fer bara niður, sem þýðir þú getur ekki afgreitt úr kassakerfinu þínu eða þú getur ekki sendt póst. Þetta er allavega okkar reynsla í dag. Við erum búin að keyra svona sýndavélaumhverfi núna í allmörg ár. En við segjum bara, hefur kröfur uppitíma, þá keyrir vélina þín í sýndavél. Það er bara svo einfalt. Ef vélin er hýst út úr húsi, til dæmis hjá fyrirtækinu eins og Advania, þá þarf ekki að leggja út fyrir miðlaranum. Þú bara ferð, hringir í Bjarka, hann gerir díl við þig og við rekum fyrir þig miðlarann. Á okkar kerfum, okkar undirliggjandi vélbúnaði, öllu saman. Þetta einfaldar allt rosalega fyrir okkar viðskiptavini. Þetta er bara hjá okkur, í okkar skýi og við sjáum bara þetta. Við lendum ekki í þessum vandræðum með skölunina að þú ert með pósttjónuðinn og þú ert búin að bæta við 10-20 starfsmönnum að það sé allt saman hægt að svara og orðið eitthvað erfitt. Við bara stækkum vélina. Það er bara gert með litla bita í raun og veru. Bara örstuðu þetta, sýndavélar eru, megin munurinn á sýndavél og venjulegri vél eins og við þekkjum hana er að það kemur þetta millilag þarna á milli og við getum keyrt marga servera á einum server. Þetta er svona pínlítið eins og, ég man ekki hvort það hafið séð myndina Inception, þetta er pínlítið þannig. Þú ert svona komið 2 lög inn í eitthvað fyrirbæri og þarna erum við komnir út fyrir raunveruleikann aðeins. En það komið þarna eitt lag á milli sem gefur okkur þetta að sýndavélarnar okkar eru alveg frjálsar. Það er bara stökk á milli járna, það eru miklu tryggari fyrir vélbúnaðar, bilunum og fleira. Við bara taka örstutt dæmi var í vesenast í þessi gærkvöldi og ákvað að taka skjáskot af þessu. Bjó til hana vél fyrir fyrirtæki sem heitir Jón og Gunna IHF og sett hana bara í gang eftir 1 mínútu rúmlega frá því ég set puttan á músina er vélinn komin. Windows 2012 server mættur, eina sem þarf að gera kveikja á hann. 1 mínúta. Já, nefndi þetta svo sem áðan. En það sem við erum að sjá hjá okkur, þar sem að menn eru með nýja servera og setja svo Linux eða Windows eða eitthvað beint ofan á hann, að álagið
hestöflun sem hann hefur, serverinn, þetta bara nýtingin. Þú ert bara að nýta 5, mestalagi 15%, svona að jafnaði. Og þetta segir bara það, þú getur verið að keyra allavega 5 til 10 sýndavélar ofan á þessu eina járni. Þannig að klárlega þetta nýta járnin betur. Færri nettjónar, sem sagt járn, og sem að hýsa fleiri þjónustur, þannig að þú ert með, við erum sjáum það að við erum að ná að minnka sennilega umfangið hjá okkur í okkar vélasölum alltaf 70%. Bara því að taka járnin okkar, gömlu járnin okkar, sem eru búin að vera í rekstri í mörg ár, og við sjúum þetta inn í sýndavélaumhverfið og allt í einu eigum við fullt af rekkum, lausum rekkum. Rafmagnsnotkun minnka niður, húrrar alveg niður, kælikerfið minna álag, þannig að þetta hjálpar mjög mikið og bara algjörn óbrennir. Ekki það að við lendum mjög oft í þessu, en það gerst þó. Sýndavélaumhverfin eru hönnuð til þess að þjóna mjög miklu álagi. Í raun og veru, eins og ég sagði ykkur áðan, þá erum við að tala ef þú ert með server, setur bara þjónustunni beint á hann, þá hann svona 10-15% hlaðinn. Í þessu þá í lagi að fara með serverin upp í svona 70%, 75%. Og hann má bara vera þar, það bara fínt, bara allt í lagi. Þannig að það bara innbyggður alls konar búnaður í þessum kerfum sem að skammta sýndavélunum resursum niður á örgjörvan og niður á diskana, niður á netkortin og allt þetta dótari. Og þetta allt saman hægt að stilla. Þannig að ef þú ert með vél sem þarf virkilega kraft, þá getur þú gefið henni hleypt henni fram fyrir röðina. Og þú allt þetta tjúna og tvíka til. Mjög þægilegt að finna flöskuhálsa. Það þá sérstaklega ef það að ræða einhvers konar diskamál eða SQL-vél sem með ólítið minni eitthvað. Það mjög þægilegt að sjá raunverulega hvar flöskuhálsinn er. Þannig segi ég auðlindir, þá meina ég náttúrulega örgjörum, minni. Já. Tökum smá dæmi það. Bætum við minni og örgjörum í vél, þessu vél fyrir Jón og Gunnu sem ég bjóð til í gær. Og oft hægt að gera þetta á niðri tíma. Hérna þessi vél, hún með 4 GB minni þegar ég bý hana til. Hún gerð til þess að þjónusta postnotkun Jón og Gunnu EHF. Og gerir það í einhverja 4-5 mánuði. Og svo bara allt í einu konir fullt af starfsmönnum og þeim vantar meira minni. Þá það bara 2-3 músaklikk með músinni og komin 8 GB minni. Og fylgist með klukkunni neri, 18:50, 18:51, sama dag. Þannig að þetta gert án þess að endur þessa. Bara vélinni vantar meira minni, hún fær bara meira minni, ekkert vandamál. Saman með örgjöruna segjum að henni vanti meira örgjörva líka. Í þessu tilfelli þurfti ég reyndar að endur þessa, en ef þú ert með aðra útgáfu af Windows 2012, þá þarftu ekki að endur þessa. En ég sett upp ranga útgáfu. Einn örgjörvi, 2,4 gigareið, 4 örgjörvar, 2,4 gigareið. Þetta tekur einhverjar, þetta endurræsingin, einhverjar 6 mínútur, ekki? Þannig að ekki miðað þetta við það að fara og með skrúfjárnið og örgjörvan eða minnið undir hendinni og það tekur bara tala fleiri tíma og viðgerðin eða uppfærslan tekur ætla ekki skipta minni, það örugglega hálftíma niðurtími, hálftími til klukktími. Þarna að tala engan og það ekki fyrir að bæta fyrir örgjörnum sem þú þarft að fara að endurræsa. Raun og veru þetta þannig að kerfin eiga að vinna fyrir okkur. Það ef þú ert með vélarnar í sýndarumhverfi, þá gera það.
þú færð og við fáum og þeir sem eru með svona umhverfi, þeir hafa yfirsýn yfir allar sínar vélar gegnum einn glugga og það er allt svo miklu þægilegra. Ég veit allavega að kerfisstjórarnir hjá okkur, það valla þeir stígi fótinn í gagnaverin orðið. Þetta bara allt gert þarna. Þú ert að bæta diskum og minnu öllu þessu sem við vorum að gera með því að fara á staðinn. Þetta allt saman gert í gegnum bara músina. Já, við nefndi þetta með einsleitnin áðan. Það eitt sem tiltölulega dýrmætt líka. Það að hafa, þú ert að reka vélar og þjónustur. Í sýndavélarumhverfinu þá allar sýndavélar með sama vélbúnaðinn, sýndarvélbúnaðinn. Þannig að þú lendir ekki í driver vandamálum, þú lendir ekki í það svo margt sem að uppfærslur og allt þetta er allt svo miklu þægilega. Reksturöryggi, þú nefna þetta svo sem, en ef við bara horfum á myndina, þannig bara fer eitt serverinn, járnið, bara kemur eitthvað fyrir, það bara hættir að vinna, hættir að virka og slekkur á sér. Sjálfkrafa, þegar það gerist, þá finnur sýndavélarumhverfið út úr því að þessar vélar eru hættar að svara og bregst við því með því að kveikja á þeim annars staðar. Þannig að það er bara að búta sér upp og það náttúrulega niðri tími við það, en hann er algjörlega lágmarkaður. Ofan á þetta þá er hægt að færa, ef þú ætlar að fara bara með járnið, þú ætlar að stækka minni í járninu, þú ætlar að skipta disk eða eitthvað að gera, þá getur flutt allar sýndavélar af þessu viðkomandi járni yfir á annað járn á niðri tíma, skiptum og græjað og gert og flutt svo vélarnir tilbaka aftur. Þetta er eitthvað sem við erum allavega hjá Advani, höfum verið að gera í langan tíma. Við erum búin að skipta og uppfæra minni í okkar klasa örugglega 4-5 sinnum. Enginn finnur fyrir því yfirleitt. Þetta er bara spurningin að færa vélarnar á og skipta minnið. En ég held að ég sé bara alveg að vera góður. Svo. Já, niðurstaðan. Höldum okkur í nútímanum. Notum sýndavélar og verum ófæmi við það. Í sem kerfum okkar á síðan og verum græn. Það er partur af þessu líka. Spörum rafmagn og lifum heil. Takk fyrir mig.